Og meira af þessu, því oddvitar ríkisstjórnarinnar segja að nú verði gripið til ítrustu varna fyrir Ísland og forsætisráðherra þess fullviss að þannig verði haldið á málum að Ísland muni vinna málið. Stjórnarandstaðan segir samstöðuna mikilvæga. Byrjun á fundi Alþingis í morgun var frestað í tvígang vegna fundar í utanríkismálanefnd ákvörðun ESA og í kjölfarið flutti Árni Páll Árnason Alþingi greinargerð sína málið. Forystumenn ríkisstjórnarinnar segja ákvörðunina ekki hafa komið á óvart, brýnt sé að halda yfirvegun í málinu. Við munum auðvitað taka bara til varna núna, okkar ítrustu varna og andmæla því eins og við höfum alltaf gert að það sé ríkisábyrgð á bak við þetta. Við verjum okkur gegn ásökunum mismunun og notum okkur þær upplýsingar að búið muni eiga fyrir höfuðstól forgangskrafna. Nú fá menn þá dóm í þetta mál og margir vildu það í byrjun, þannig að þeim verður að ósk sinni. Eitt víst að við munum setja alveg fullan kraft í okkar málsvörn fyrir dómstólnum og undirbúa það mjög og við höfum mjög góð rök í okkar máli. En gerir þú ráð fyrir sigri í þessu máli að leikslokum? Já, auðvitað gerum við ráð fyrir sigri og við munum halda þannig á þessu máli að við munum vinna það. Stjórnarandstaðan segir næstu skref og aðgerðir stjórnvalda skipta miklu máli og nú sé samstaðan brýn. Það má ekki tala þetta mál þannig að það séu einhvers staðar innstæðueigendur sem að sitja í sárum. Það er ekki þannig. Og íslensk stjórnvöld hafa skyldu til þess að koma þeim skilaboðum rækilega til skila. Ég held að það sé því mjög mikilvægt að málið verði áfram á forræði hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra. Málið verður að vera í höndum ráðherra sem að menn trúa því að hafi raunverulegan sigurvilja í málinu. Við skulum hafa það í huga að okkar sterkasta vopn í þessu máli er samstaða. Áframhaldandi samstaða, förum ekki í gömlu Icesave-grafirnar, látum Icesave ekki verða tröllan fyrir þessi jól eins og hin jólin.